Sturludóttir, nú nýlokið fundi þar sem ræddar voru hugmyndir að auknu samstarfi sveitarfélaganna í kring við Hrafnaflóka, héraðssambandi Hrafnaflóka. Hvernig líst þér á það? Mér líst ágætlega á þessar hugmyndir sem komu fram og ég held að þetta gæti verið gott samstarf á milli sveitarfélagsins og sveitarfélagana á svæðinu og Hrafnaflóka og MFÍ. Ég held að það væri hægt að gera fullt af sniðugum hlutum í þessum efnum. Og í litlum samfélögum eins og eru þá skiptir miklu máli að félagslífið sé gott og það sé mikið gert úr þeim hlutum sem eru fyrir og ég held að MFÍ geti hjálpað okkur með það að byggja upp öflugt líf og að því að þessu svæði er svona ákveðin, hvað ég að segja, ónumið land í málefnum fyrir ungt fólk. Þá held ég að þetta gæti verið gott, jafnvel svona pilotverkefni fyrir MFÍ að gera góða hluti og byggja upp öflugt æskulýðsstarf. Og þá megum við segja að æskulýðsstarfið sé ekki bara fyrir ungmenni, heldur fyrir æskulýðsstarf á öllum aldri. Það verður hægt að gera fullt af góðum hlutum og byggja þau upp frá grunni eins og við viljum hafa það og reyna að nýta það þekkingu sem til hjá MFÍ og hér og fá allt það besta sem við getum nýtt á þessu svæði. Ég held að það væri gríðarlega mikill fengur í því fyrir okkar svæði og ekki síður fyrir MFÍ. Möguleikarnir eru svo sannarlega fyrir hendi? Já, sannarlega. Það eru alltaf möguleikar fyrir hendi. Þegar MFÍ er annars staðar, þá held ég að þeir séu það. Og skiptir miklu máli að virkja ungt og efnilegt fólk á svæðinu til verka? Já, það þarf að gera það og hér er starfandi fjölbrautaskóli, útibú frá Fjölbrautaskóla Snæfellinga og það vantar meira fyrir þessa krakka að gera og það er mikill auður í þeim krökkum og ef það eru byggðir upp og eldir með því starfi sem hjá MFÍ til dæmis, þá væri hægt að gera góða hluti og þau líka fá eitthvað meira við að fást og gera og það hefur mikið forvarnargildi. Ásthildur Sturludóttir, sveitarstjóri í Vesturbyggð, þakka þér kærlega fyrir. Takk.